Á dögunum var haldin alþjóðleg ráðstefna búfjárbeit á Norðurlöndunum í Reykjavík. Ráðstefnan var á vegum Norræna genabankans að Nordgen í samstarfi við Landgræðslu ríkisins. Á ráðstefnum var litið á búfjárhald og beit í samhengi við sjálfbæra þróun og loftslagsbreytingar auk annars. Búfjárhald og beit hefur umtalsverð áhrif á vistkerfi heimsins. Búfjárbeita útdaga einkum stunduð á jaðarsvæðum sem henteki til annars búskapar. Áhrifa frá þessari ráðstefnu mun án efa gæta íslenskum landbúnaði þegar framlíða stundir. En það eru þeir Árni Bragason, landgræðslustjóri og Guðmundur Halldórsson, rannsóknarstjóri Landgræðslunnar sem ætla að ræða nánar þessa ráðstefnu. Árni, hvaða þýðingu hefur svona ráðstefna fyrir okkur Íslendinga? Ég held að það sé kannski stærsti þátturinn að við fáum sjónarmið annarra, við fáum upplýsingar það hvað menn að gera í nágrannalöndum. Þá var mikil áhersla á samstarfið að styrkja kerfi Evrópu og hvernig menn starfa saman innan þess. Mjög gott fyrir okkur að fá innsýn í þá, ýmislegt sem við getum lært. En fyrst og fremst það að heyra hvernig menn að gera hlutin annar staðar. Guðmundur, niðurstöður? Já, það er lagt fram mjög marga niðurstöður á mjög víðum sviðum. Þarna er fjallað svo breitt svið eins og Árni var að segja, og það sem að stendur svona upp úr í huganum hvað beitin spannar vítt svið. Hún er alveg frá því að vera eitthvað sem menn telja afar mikilvægt fyrir líffræðilega fjölbreytni, getur maður satt sem dæmi, yfir það að vera mjög neikvætt og hafa mjög slæm áhrif á það, frá því að vera jákvæð fyrir kolefnisbúskap, það er að segja bindingu kolefnis yfir því að vera talin mjög neikvæð. Og þannig að þetta er mjög breitt og menn raun og veru bara búin að taka þetta saman hrátt, og nú eftir að nú sest hópur mann yfir þetta og reynir að greina hverjar eru meginniðurstöður ráðstefnunnar. Ég held satt að segja á þessari stundu sé enginn með það í kollinum hverjar eru helstu niðurstöður. Það aðalega það að þarna fór fram mjög mikið og gott samtal beitarmál sem að er löngu tímabært, og að síðan fara fram greining á því hver eru helstu niðurstöðunar, hvert þurfum við að stefna í framtíðin. Ráðstefnan var styrkt af norrænu fé, sjálfbærni verkefni norrænu ráðherranefndarinnar, og eitt af því sem var markmiðið með þessu, eða einn þátturinn, var að búa til policy recommendation, eins og við kallaði á góðum norðurlandamálum, en það sem þetta er bara stefnumörkun og hvar skóinn kreppir, hvað þurfa menn að gera og á hvaða sviðum þarf að vinna saman, og það eru skilaboð sem að verða send inn í norræna samstarfið sem leiðbeiningar það hvað menn telji ástæðu til þess að styrkja á næstu árum og vinna að saman. Og það eru fjölmargir þættir þarna, eins og Guðmundur kom inn á, sem að eru þess eðlis að við höfum ekki náð góðu samtali innan norræna kerfisins, innan norræna samstarfsins þessa þætti. Það langt síðan hefur verið haldin stór beitaráðstefna, og stór beitaráðstefna á Norðurlöndum hefur ekki verið haldin í mjög langan tíma. Þannig að þetta var mjög mikilvæg ráðstefna sem þarna? Já, það má alveg segja það, og það tók nú svolítið tíma að koma þessu á, því að þetta er eitt af þeim skilyrðum sem var sett var það að þetta ætti að vera þannig þverfaglegt að það færi á milli ráðherranefnda. Menn vinna í sílóum þar eins og hér, þar að segja samstarf oft ekki mikið milli sviða, en þetta er ráðstefna og styrkur sem að var sett upp með landbúnaðarfólki og umhverfisfólki, þannig að breiddin var ansi mikil sem að við fengum inn á þennan fund, og það var gott að fá það samtal einmitt.
Þegar þú horfir yfir það sem að sagt var að þessari ráðstefnu, hvað kom þér einna helst á óvart? Já, nú kemur þú mér á óvart. Það nú, en ég verð nú að segja, það margt sem að kemur manni á óvart úr svona ráðstefnu. Það er til dæmis áherslan á sko að auka beitina og draga úr kornnýtingu í framleiðslu á kjöti á Norðurlöndunum. Þetta fannst mér vera hlutur sem er dálítið spennandi að sumu leyti, jákvætt að vera ekki að keppa við kornið en getur líka falið sér miklar hættur, því að við sjáum það í til dæmis Suður-Ameríku að það er verið að ryðja niður regnskóga til þess að búa til beitilönd, sem er alls í góður hlutur, og þetta var það sem var gert hér fyrir 1000 árum. Og svo eru sko mjög spennandi niðurstöður, finnst mér, svona meira félagslega niðurstöður beit og beitarstýringu sem voru lagðar fram af íslenskum vísindamanni. Það bara nefnilega þetta tvennt. Það sem að vakti mest athygli mína var verkefni sem að Dani sagði frá, verkefni í Hollandi, hvernig bændur þar sem að fá styrki frá Evrópusambandinu til þess að viðhalda ákveðnu beitar eða ákveðnu menningarlandslægi, þeir ákváðu að nota 5% af styrkjónum til þess að ráða fólk, og þeir voru það margir og þetta voru það háar upphæðir að þeir gátu ráðið 4 starfsmenn. Og hlutverk þessara starfsmanna var að hafa eftirlit með því að verkefni væri framkvæmt í samræmi við það sem að sótt var upphaflega, sáum alla pappírsvinnuna fyrir bændur og sáum að gera innri úttektir, þannig að þegar að verkefni var síðan gert upp af þeim sem að veita fjármagninu, að þá voru menn með allt sitt á hreinu. Bæði pappírsþáttinn og það að menn voru að gera og framkvæma verkefnið nákvæmlega eins og þeir höfðu skuldbundið sig til að gera. Það voru ekki vandamál. Þannig að þessi kostur að hafa þetta innra eftirlit, þetta var þeirra fólk sem að leiðbeina, þeirra fólk sem að hafa eftirlitið, þá stóðu þeir algjörlega á hreinu. Mjög skemmtilegt módel og það er eitt af því sem að væri þess virði fyrir okkur að skoða hér. Getum við komið ykkur slíku kerfi á hér, til dæmis varðandi gæðastýringuna, í staðin fyrir að fjármagnið fari allt saman í þessar beinu greiðslur. Væri hægt að koma upp ykkur svona kerfi þar sem að haldið var utan pappírsvinnuna, tryggt að skuldbindingar sem að menn eru að gangast undir, að þær væru eins og þær þurfa að vera og nýtingin sé sjálfbær eins og meiningin er með þessu. Bætið við hérna, það sem ég held hins vegar erlendu þáttökum hafa komið mest óvart, það voru heimsóknir til tveggja íslenskra bænda. Já. Og fyrstulega sko gesturistinn, eins og við vitum, og sérstaklega tilgreina ferðaþjónustubænda sem er með ferðaþjónustubónda sem er með 600 fjár og er að framleiða lúxusvöru úr íslenska lambakjöti sem að menn fengu að smakka, og er jafnframt að vinna mjög merkilegt starf gagnvart uppbyggingu gróðurauðlinda í bætalandið og stýra betri. Þetta held ég að hafi komið erlendum gestum mest óvart, fyrir utan það ein eldabörskan skildi svipta sér sundtunni og koma fram og taka óperusöng. Það var nokkuð magnað. En aðeins sjálfbærna, það eru gerðar æ meiri kröfur sjálfbærni og þar með sjálfbæra nýtingu beitarlands. Já. Hvað sögðu fundarmenn þetta mál? Já, þetta eru hlutur sem að menn ganga út frá víðast hvar í menningarheiminum í kringum okkur, og það eru alveg fáheyrt að það skuli ennþá vera löggjöf þar sem að
menn ber ekki í rauninni ábyrgð á sínu fé. Það eru landeigendur sem að hér þurfa að taka á sig ýmsar skuldbindingar, en þessi sambærileg löggjöf ekki annars staðar. Þegar að menn eru búnir að tryggja það að menn taki ábyrgðina alla leið, að þá sjálfbær nýting á landi miklu sjálfsagðari hlutur. Vissulega eru vandamál annars staðar, það ekkert hægt að neita því, og sem betur fyrir stærstu hluti framleiðslunnar á Íslandi líka mjög ásættanlegur. Við getum sagt að kannski upp til 90% er vel ásættanleg landnýting, og við erum kannski allt of mikið að horfa á þessi litlu vandamál, stóru vandamál hjá tiltölulega fáum. Og við erum því miður varðandi landnýtinguna allt of meðvirk. Við tökum ekki á þessum skursum sem að skemma orðspor heildarframleiðslunnar, því miður. Kannski góðin tími til þess. Já. En Guðmundur, varðandi stjórn og stefnumótun í landbúnaðarmálum, það þarf sem sagt það þarf að taka mið af fleiru heldur en bara því hvað hægt að framleiða mikið. Svona í samræmi við það Árni var að segja. Já, það þarf að gera það, og þetta held ég sé bara, þetta er viðfangsefni Landgræðslu ríkisins, þetta er viðfangsefni bænda og fleiri að fara í gegnum þetta samtal. Það hefur ekki verið gert, og það þarf að gera, og ég veit að beggja megin er hugur til þess að gera þetta, og alls það vilja menn gera betur. Þetta er atvinnugrein sem vill lifa áfram og þarf að tryggja sinn grundvöll til framtíðar, og það er líka hlutverk þeirra sem að eiga að sjá verndun gróðurauðlinda. Sameiginlegt markmið er þetta að þessi auðlind sé til staðar áfram, ekki bara í dag. Það er mikið rétt. En áður tíminn svona að renna frá okkur. Eitt atriði sem ég finnst skipta máli í umræðinu, það er að Ísland ekki leika mikilvægar hlutverk í framtíðinni í fæðuöflun eftir því sem að hlýnun eykst. Jú. Það er náttúrulega eitt af því sem við þurfum að taka inn í okkar framtíðarstefnumörkun. Ef að þær spár sem að almennt eru að munu ganga eftir, þá munu aðstæður á Íslandi breytast, þá mun landbúnaður á Íslandi breytast. Okkur veitir ekkert af að fara að taka til höndunum og skipuleggja okkur hvernig ætlum við að mæta þessu, því að það tekur langan tíma að breyta búskaparháttum, það tekur langan tíma að byggja upp, það verður aukin akuryrkja hér. Við þurfum að styrkja þann grunn, þekkingagrunn, og taka á þessum málum og hafa stefnumörkunina þannig að það tæki tillit til þessa þáttar. Þakka ég fyrir þetta, við látum þetta vera þá lokaorðin og þakka ykkur fyrir spjallið.